Komið sælir, kæru bogamenn. Hér eru spilin ykkar og smá lestur sem ég vil kalla bara stutt og laggott. Aðeins að taka stöðuna á þér. Og þá byrjum við. Spilin ykkar tala einhvers konar mótþróa eða erfiðleika sem að þú hefur þurft að takast á við, kæri bogamaður. Þér hefur gengið það afskaplega vel með elju, með þolinmæði, eldmóði og hugrekki. Þú hefur tekist á í hlutina af hugrekki, fyrst og fremst, með því að setja þig í einhver spor sem að ef þið vill hafa ekki litið sem best út eða spor sem að þú hefur ekki talið þig geta ráðið við. En með því að drífa þig áfram með eldmóði og hugrekki, þá hefur þið tekist þig ómögulega, langar mig að segja. Þú að vissu leyti stendur betur að vígi heldur en aðrir varðandi það sem þú hefur verið að kljást við. Það geta verið kringumstæður, aðstæður, fólk í lífið þínu, eitthvað varðandi þig sem gerir þig að betri kandidat. En ekki síst held ég að það sé eldmóðurinn þinn sem að hjálpar þér áfram og sigla, mikil sigla og það að gefast ekki upp. Það skiptir í raun og veru ekki máli hvað það er sem þú hefur verið að fást við. Ég sé nokkra hluti, þannig að það getur verið eitt verkefni, að það getur líka verið nokkur verkefni sem hafa krafist þess að þú hefur farið í þennan gír. Í dag ertu staddur, kæri bogamaður, með óbilandi kraft og ert að uppskera það sem að þú telur þig eiga rétt á, skulum við segja, eða að þú telur þig vera að uppskera eins og þú hefur sáð. Það er mikil þrjóska, mikil stöðuleiki og þú veist hvert þú ætlar þér. Og drifkrafturinn þinn er óendanlegur. Pittu fyrir þér ef einhver verður á vegi þínum og þú nærð ekki að stoppa. Allt varðandi líkamann. Það getur verið að þú sért að fara eða ert í einhvers konar líkamlegu átaki. Kannski varðandi hreyfingu, mataræði, uppbyggingu, jafna þig eftir einhvers konar áföll eða veikindi. Það getur verið allt þetta eða eitt af því. Og þú tekst á við þetta eins og öll önnur verkefni í þínu lífi með þessum sama krafti. Þú hefur með þér kraft forfeðra þinna, verð ég að segja, á bakvið þig, þannig að þú átt gott bakland þar. Framundan ert að fara að taka á móti einhvers konar hugmyndum eða skilaboðum sem eru annarkvort afrakstur af vinnu sem að þú hefur sent frá þér og ert núna að fá tilbaka, eða að það er manneskja að koma til móts við þig eða inn í líf þitt með skilaboð. Þessi manneskja er
knúin af sama krafti og þú, nema hennar kraftur felst meira í hugmyndaauðgi og því að vera fljótur að hugsa, vera skarpskygg. Á meðan að þinn kraftur felst meira í eldmóði. Þessi orka sem kemur inn, hvort heldur sem með mannesku sem að býr við mikilli karlorku eða að þetta sé orkan sem þú ert að fara að mæta. Aftur líkt og þú, hann veit hvert hann ætlar sér, þessi riddari. Hann með trú, von og kærleika með sér, hvað sem það þýðir. Ákveðið réttlæti kemur upp í hugan þegar ég segi það. Hann með réttlæti með sér. Þú veist ekki alltaf hvað það sem drífur þennan aðila áfram vegna þess að stór hluti af því ósýnilegur. Sko, orkan hans eins og orka hvirfilbyls í raun og veru. Nema hann hefur fulla stjórn á þessari orku. Þetta verkefni varðandi hugmyndir, þetta ákveðin hugmyndavinna, þetta að koma hugmyndum í efni. Þannig að ef þið vilt tengist þetta atvinnunni þinni, kæri bóðamaður, eða einhverjum stórum verkefnum heima við í kringum heimilið þitt og öllum líkindum verður ekki einn í þessu því að þetta má segja of stórt fyrir eina mannesku til að takast á við. En þetta getur verið samspil á milli þess sem að vinnur hugmyndavinnuna og þess sem að kemur hlutunum í verk. Þú getur verið þarna einhvers staðar mitt á milli. Allavega mikill drifkraftur og mikla breytingar og hreyfing á orkunni sem að koma inn í lífið þitt. Afsakaðu þetta, kæri bóðamaður, hátalarinn slökkti allt í einu á tónlistinni. Kláraðist batteríið. En rúnaspilið þitt sem kemur hérna segir þér að það eitthvað í hugarfariðinu sem að þú þarft að breyta eða skoða ef þú ætlar að öðlast meiri sjálfsþroska. Þessi rún kemur upp öfug og hér stendur: hafir þú gengið dal svartnættis, trúleysis og sjálfsvorkunnar, þið betra að temja hug þinn til jákvæðra hluta. Tengist ef til vill þessum erfiðu verkefnum sem þú hefur glímt við í fortíðinni, en ég sé ekkert nema jákvæðni í spilunum þínum, hvað sem kann að mæta þér í framtíðinni. Kannski verður krafturinn á þessu verkefni dálítið yfirþyrmandi, en hafðu bara jákvæðnina að leiðarljósi. Þannig muntu skynja ljósið og þekkja takmörk þín. Og það eru lokaskilaboðin þín, kæri bóðamaður. Ég óska þér alls hins besta með þetta. Ljós og kærleikur.